Jæja Guðmundur, nú eruð þið búin að vera að æfa fullum krafti fyrir Ólympíuleikana í London. Hvernig er stemningin í hópnum? Stemmingin er mjög góð og er það yfirleitt alltaf og þeir eru búin að taka mjög vel á þessu og æfa vel en auðvitað er eitt og annað sem við höfum ágjör af. Það eru ákveðin meiðslegar hjá nokkra leikmenn. Ólafur Bjarki er meiddur eins og staðan er í dag, getur eiginlega ekkert eftir. Aron Pálmason sömuleiðis. Við vonum enga síður að þeir verði komnir í lag svona eftir helgina. En þá þetta mæði meira á öðrum og þannig að það er svona svolítið að plaga okkur. Guðjón Valur er komin í fínt stand og Ingimundur líka. Það var náttúrulega í byrjun voru þeir meiddir. Og svo svona sett lítið að hverju að plaga menn. Það er alltaf þegar menn eru búin að taka vel á því og vonandi bara sleppum við frekari meiðslu og fáum þessa menn inn. En þú sem sagt vongóður með það verði allir tilbúnir fyrir Ólympíuleikana? Já, maður vonar alltaf. Það er mikilvægt fyrir okkur, gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, en við erum auðvitað með backup-plan og Ólafur Gústafsson, hann mun vera með liðinu núna helgina í þessum leikjum við Argentínu og bara vegna þess að við viljum hafa ákveðið backup-plan ef einhver skildi með sig í viðbót. Já, nú eru framundan 2 æfingarleikir við Argentínu í Kaplakrika. Hvernig líst þér á það verkefni? Bara vel, það var auðvitað þannig þegar við vorum að fá verkefni, það var sjálfsögur ekki auðvelt og við vildum vera með undirbúningi liðsins sem mest hérna heima. Við vorum út síðustu helgi út í Frakklandi og fengum síðan Argentínumenn hérna núna áður en við vissum við raunverulega varum með riðli. Þannig að í sjálfu sér er það bara mjög fínt að fá að sjá hvernig þeir handbolta þeir spila og hvernig vörn þeir spila. Við vitum svo sem þeir spila aggressíva vörn, en allavega að fá að spila mótið þeim og finna svona hversu góðir þeir eru og hvað við þurfum þá að laga í leikjunum á mótið þeim. Telur ekki að mikilvægi þess að spila vel í leikjunum móti Argentínu sé mikið svona upp á svona framhaldið að gera? Það er erfitt að segja til það, sko, jú auðvitað. Við viljum þetta spila sem best núna og vonandi tekst okkur það. Það er alltaf mikilvægt upp á sjálfstraust. Spiluðum og köflum vel á móti núna helgina en getum gert enn betur og þurfum að bæta okkur núna frá því síðustu helgi. Og svo að lokum, hverju telur að möguleikar íslenska landsliðsins sé á Ólympíuleikunum? Ég veit ekki hvað skal segja það. Við erum kannski eins og oft áður og þá tökum við einn leiki innu, byrjum á því að þurfum að vinna fyrsta leikinn og þegar að það tekst þá kannski eigum við mjög erfitt verkefni framundan, Túnis, og þetta verður fyrsti leikun líka mjög erfiður. Ég held að við tökum þetta eitt skref í einu. Við viljum tryggja okkur upp úr þessum riðli, komast upp úr riðlinum og á sem bestan hátt og stefnum með þetta sem fyrsta skref að komast í 8 liða úrslit. Það er alveg ljóst, þangað stefnum við og vonandi með okkar sterkasta hópa það takist. Það er það svona en það meira tjá okkur ekki möguleika okkar. Það verður síðan að koma í ljós. Takk hérlega fyrir þetta.